það var alltaf reiknað með því að myndi farast einhverjir jafnvel á hverju vertíð. Og þess vegna var það að okkur bannað að vera saman með pappa, okkur bræðrunum, sko. Mamma neitaði því. Það var ekkert talað um öryggi. Öryggismál voru bara yfirleitt alltaf feimnismál fram að komu Slysavarnaskóli sjómanna. Þá var eins og þetta færi að breytast. Þegar að Slysavarnafélag Íslands var stofnað 1928 þá höfðum við eiginlega engin úrræði til þess að bjarga mönnum úr sjávarháska. Þá strax kynntumst við fluglínutækjunum. Þegar við fórum að nota þau og sjá árangurinn, þá fundum við að það var hægt að gera eitthvað í málunum. Síðan skipti líka miklu máli að það var sett í lög að enginn mætti stunda sjó á Íslandi nema að fara í gegnum öryggisnámskeið í Slysavarnaskóla sjómanna. Það hefur svo gengið eftir og svo núna síðustu áratugin erum við farin að sjá árangur, virkilega mikinn árangur. Ég byrjaði fyrst á 40 tonna bát og á því að vera á 2000 tonna togara í restina. Breytingin á aðbúnaði er náttúrulega gífurlegur. Fjarskipti líka, það var eitt sem breyttist. Menn náðu að vera í sambandi við fjölskyldunar sem menn gátu kannski ekki verið í heilu mánuðina hérna áður fyrr, sko. Aðgengi að öllu er svo mikið betra. Þú ert með veðurspárnar, horfir á það á hreyfimynd og skjá hjá þér, þannig að menn geta alltaf verið viðbúnir öllu. Það var ekki hægt áður. Skipin bötnuðu og björgunartækin bötnuðu. Við fengum þyrlu, björgunarbáta og allt þetta samanlagt hefur gert það að verkum að banaslysum og stórum slysum hefur fækkað og að það skyldi hafa náðst þessi árangur, það er náttúrulega ómetanlegt. Bara með því að vera með sjómenn borð sem eru vel þjálfaðir, þá erum við náttúrulega konur þar með besta björgunarliðið sem hægt er, því að sá sem að bjargar, það er yfirleitt sá sem stendur þér næst og það er sjómaðurinn sem er að vinna með þér. Og ef hann kann til verka, þá fara hlutirnir vel.